Verkefni 7 er fyrsta JavaScript verkefnið. Þau eru 4 í heildina. Verkefni 7 er í raun bara JavaScript sem forritunarmál, þar sem við erum að bara búa til JavaScript forrit, nota strengi og tölur, nota fylki og hluti og við tengjum þetta og keyrum þetta í gegnum vafran en við erum ekki að breyta HTML-in okkar eða gera eitthvað svona interaktíft í því. Við erum bara að læra að nota JavaScript. Verkefni 8 verður síðan framhald af þessu, þar sem við tökum virknina sem við gerum í þessu og breytum henni yfir í svona, nýtum hana í gegnum módúla sem er leið til þess að skipta upp JavaScript-forritum og notum DOM-ið sem er Document Object Module til þess að gera þessa virkni dýnamískt. Það er að segja, við ætlum að vera með eitthvað form, við skröfum inn í það og við erum að bregðast við því út frá þessum föllum sem við erum að fara að búa til hér. Svo er verkefni 9, þar erum við að fara að vinna með vefþjónustur. Það er að segja, við erum með einhverja þjónustu sem skilur okkur einhverjum gögnum. Við ætlum að sækja það yfir networkið, yfir netið og gera eitthvað við einhverja niðurstöður. Og það er að nota fetch, nota JSON, gagnastruktúrinn sem byggir á JavaScript. Og svo verkefni 10 verður að nota Vite sem er svona build tool fyrir JavaScript. Svona bara mjög mikið notað, mjög fínt, mjög gott að nota og nota það til þess að búa til eitthvað verkefni sem notar einhverja hluti sem þið veljið. Og það er seinasta litla verkefnið og það er svona verkefni sem að spegla svolítið fyrsta verkefnið að þið leiti að þið getið svolítið gert það sem þið viljið í því. Og svo lengi sem þið uppfyllið ákveðnar kröfur, þá getið þið gert, byrjun á einhverju síðu fyrir ykkur, gert eitthvað test fyrir eitthvað annað, leikið ykkur með þetta hitt, eða bara svo lengi sem það tengist eitthvað vefforritun, þá er ég yfirleitt til í það. En þetta verkefni er gefið með nokkrum hlutum. Við erum með hérna index.html, package.json og eitthvað scripts.js. Vantar package.log sé ég hérna, ég þarf bara að committa því, ég kopið það bara ekki yfir. Og inn í script.js erum við með grunna forriti og við ætlum að skoða það bara á eftir. En fyrst ætlum ég bara að lýsa því hvað við erum að fara að gera hérna. Hérna er það sem það þarf að gera, þetta sem við gerðum í seinasta tíma til þess að sækja, klóna þetta verkefni og sækja allt dependency-in og byrja þetta verkefni og svo er þetta það sem við gerðum seinast líka til þess að fjarlægja originið sem er webforritun organisationið og bæta við okkar reboi. En það sem þið ætlaði að gera og það sem verkefni snýst er að útfæra nokkur föll sem að bara vinna með strengi. Við ætlum að vera með fall sem skilar okkur lengsta orðið í streng, stysta orðið í streng, skilar okkur öfugum streng, skilar okkur fjölda sérhljóða í streng, skilar okkur fjölda samhljóða í streng og skilar okkur true eða false ef að strengurinn er samhverfur. Undir hverju einu er síðan bara minnskilningur og skilgreiningin á því hvað þetta þýðir. Til dæmis eins og lengsta og stysta orð, við ætlum ekki að hugsa það að fjarlægja greinamerki eða tákn eða eitthvað annað úr sem er svona strangt til tekið það sem á að gera til þess að finna út úr þessu, en það er mun flóknara verkefni. Ef þið eruð alveg komin á flug þá getið byrjað að prófa það. En við ætlum eingöngu að segja að orð eru aðskilin með bilum og þessi orð sem eru aðskilin með bilum, við ætlum að telja hvað eru margir stafir í því eða hverju einu og skila því lengsta. Ef við finnum 2 eða fleiri orð sem eru jafn löng, þá ætlum við að skila því fyrsta sem við sjáum. Og svo öfugt fyrir shortest og bara hvað er stysta orðið. Og þá er náttúrulega spurningin hvað er stysta orðið í tómastrengnum. Það er ekkert og þá er hérna fyrir tómastrengin þá skilum við tómum streng. Ef string er ekki strengur skal skila null. Það er að segja að við getum ekki tekið afstöðu til þess hvað var skilað eða hvað var beðum. En ef ég segi longest af false þá er það null. Ef ég segi longest af tölunni 10 þá er það null. Null er þetta, það er viljandi vöntun á gildi. Undefined er eitthvað sem það er bara ekki búið að skilgreina, en null er, ég veit hvað ég er að gera og ég er að segja að það er ekkert hérna. Og svo er bara sama hérna fyrir hin föllin og
í Script.js búið að setja upp svona beinagrind að þessu, og ætlum að skoða það eftir. Og síðan eru gefin hjálparföll. Þið ætlið að nota þessi hjálparföll og getið jafnvel skrifað ykkar eigin hjálparföll. Til dæmis eins og að þetta hérna eru mjög svipuð verkefni. Þetta eru mjög svipuð verkefni. Getum við búið til eitt fall sem að leysir bæði verkefnin almennt og svo einhvern veginn sendum við inn eitthvað sem við getum búið til sértæku lausnina fyrir hvort fallið sem fyrir sig. Við getum séð bara hvernig það gert í hérna sínlausninni. Og svo að lokum ætlum við að búið til svona leiðbeint ferli þar sem við ætlum aðeins að byrja að nota eitthvað sem almennt ekkert nota voðalega mikið í JavaScript, sem eru alert og prompt, sem eru hérna aðferðir sem við getum notað til þess að birta upplýsingar til notanda og taka við upplýsingum frá notendum án þess að nota HTML. Og við ætlum að, ef það löglegt inntak, bara strengur sem með einhverju, þá ætlum við að gefa upplýsingar það hvað í raun hvert og eitt fall skilar okkur og skila því í alert. Og ef fólk cancelar þá eða tómstrengurinn ekki að gera neitt og eftir að búa að birta niðurstöðu þá ætlum við að bjóða notandanum að gera þetta aftur. Síðan ætlum við aðeins að pæla í hérna þessu sem ég búin að nefna nokkur sinnum, þessu hvernig getum við gert þannig að við erum að flýta feedback loopin okkar. Við ætlum að tala um það eftir þegar við skoðum dæmi þetta. Og síðan að lokum gefin svona bildskrifta, þannig að núna þegar þið setjið þetta verkefni upp á Netlify, og þá ætlum þið að nota bildskriftina og skilgreina hana. Þið ætlum að skoða það, heyri mér eða dæmi tíma kennurum. Það er ekki skil á þessu fyrir á 5. í næstu viku, þannig að hefur alla þessa viku og alla dæmitíminn í næstu viku til þess að fá aðstoð við þetta. Og þið ætlum að sjá hvernig þetta En það sem þetta gerir í raun að leysa það, ef við erum með hérna þetta, nú er ég með þetta hérna, en ég opna package.json á þessu, eðlilegt að vefurinn sem ég deployaði með Netlify sé að leka út package.json fyrir verkefnið. Já eða nei. Það er ekki eðlilegt. Af því að við erum í raun að gefa meiri upplýsingar frá okkur en við þurfum. Þessi vefur á bara að vera vefur sem á að vera með HTML og CSS-ið. Hann á ekki að vera með package.log skrána, hann á ekki að vera með package.json skrána, hann á ekki að vera með, allt readme, það er readme md hérna. Þetta á ekki að vera þarna. Þannig að þið getið ímyndað ykkur ef ég væri til dæmis búin að setja upp eitthvað verkefni á Netlify og ég væri bara að henda út allri möppunni sem allt verkefni í og svo inn í readme setti ég óvart lykilorðið til þess að fara inn á Netlify-akkántinni eða eitthvað. Þá allt í einu ég búin að opna þannig leið til þess að gefa meiri upplýsingar en ég þarf fyrir verkefnið og hugsanlega einhverjar upplýsingar sem að geta hjálpað einhverjum einhverjum sem að reyna að ráðast á vefinn minn eða bara, einhvern óþarfa. Þannig að faglega leiðin að finna bara hvað nákvæmlega það sem við þurfum og við ætlum bara að senda það út. Þannig að þið ætla að skoða það og prófa það. Ég ætla ekki núna að deploya þessu á Netlify, við kannski gerum það næsta tíma ef það eru einhverjar spurningar eða pælingar varðandi það. En þetta bildskref, þessi bildskrifta, gerir það verkum að við pössum upp á að setja nákvæmlega eingöngu index.html skrána og script.js skrána sem það sem deployað á Netlify. Ekkert annað. Þannig að við erum að setja bara svona allow-lista af skrám sem að mega fara yfir eða í raun og veru ef við skoðum skriftuna. Við segjum allar HTML skrár og allar JavaScript skrár eru afritaðar yfir í build-möppuna og svo bildskriftan, hún keyrir allar npm copy skriftunar. Þannig ef við varum með copy CSS hérna líka, þá myndi þetta hérna líka framkvæma það. Ok. Þá ætla ég hérna er ég með sýnilausnina kerandi, ég var búin að kera hann hérna upp og ég ætla bara að sýna ykkur hvernig hún á að haga sér. Þannig að þegar þið fara að útfæra þetta, þá getur þið borið saman við þetta. Þannig ég geri bara svo, kemur fram hérna, opni console í DevTools og skrifi í console hérna, longest og þá sé ég hérna, ég byrja að skrifa og þá fæ ég
code completion, eða, þú veist, ég get ítt á tab, gert svona, og ég get tekið, kopíað einhvern streng hérna, og ég verð að setja löglegan streng, og þá fæ ég hérna að command plus option er lengsta orðið í þessum streng. Og það út af því að við erum ekki að skilgreina, við erum bara að segja strengur, orðið strengnum eru bara, hérna, það bara bil á milli þeirra. Sama síðan með shortest, og þá fæ ég í. Og þá segja ég hérna í, og svo kemur á hérna, en í kemur fyrst fyrir, þannig ég skila fyrsta tilvikinu að stysta strengnum. Reverse. Löglegan streng. Snýr bara strengnum við. Vowels. Gefum það svona. Þá fáum við 33 og consonants 42. Og svo er þetta samhverfu strengur. Þá þurfum við líka að skrifa þetta rétt. Hann er það ekki. En hæ er það. Þannig hérna get ég keyrt þessi 1 og 1 fall. En ég get líka farið í þetta leiðbeinda ferli. Og þá ger ég svona. Þá kemur þetta mjög lítið hérna, ég get ekki stækkað þetta. Þá kemur hérna sláðum streng með nokkrum orðum til að fá upplýsingar tvípunktur, ný lína, lengsta orðið, ný lína, stysta orðið. Ok, og þá ger ég cancel hérna og þá kemur viltu prófa aftur, nei, þegar ég ætla að fá að kopía hérna einhvern fínan streng. Ég keyri þetta aftur, ok, set inn þetta. Og fæ það hérna, lengsta orðið er command plus option í, stysta orðið er í, strengurinn snúin við. Ég kopíði hann tvisvar, fjöldi sérhljóða 66, fjöldi samhljóða 84, strengurinn er ekki samhverfur. Ok, svo viltu prófa aftur, já, hæ, lengsta orðið hæ, stysta orðið hæ, strengurinn er samhverfur. Þetta er í raun það sem að þið ætlið að smíða. Að þetta gerir þetta. Og ég ætla ekki að prófa aftur, ít á cancel og ég hætti. Ok. Þannig að einhverjar spurningar? Gott. Þá skulum við bara loka þessu og ég ætla að fara hérna. Og nú ætla ég að gera bara vatn 7 og ég ætlum bara að afrita hérna index.html og scripts.js bara beint yfir, ég ætla ekki að klóna þetta því ég ætla bara að sjá hvort að þið náðu ekki að finna út úr því, annars bara gerum við það í næsta tíma og hérna og förum við það. Þannig að við erum með þetta hérna, svona og gerum svo svona og svona. Ok, þannig hérna fáum við bara main með einhverju, þetta er bara það sem er hérna og fínt. Þannig að hér gerði ég mistök sem ég sé eru þarna líka sem er kannski búið að trippa upp einhverju ykkar. Ég biðst afsökunar þar sem voru að spyrja mig hérna áðan þegar þetta er mér að kenna hverju þú varst að lenda í þessum vandræðum. Ég var að byrja verkefni 8 og það notar þetta af ástæði sem við sjáum í næstu viku og ég hef óvart sett þetta hérna inn. Þannig nú ætlum ég að vera fljótur og fara hérna að breyta og vera vonandi fleiri lenda í þessu. Gera hérna og ég er að gera commit changes og nú er ég að nota GitHub til þess að búa til git commit bara á þess að þurfa að opna allt. Stundum er þetta fljótlegra. Fjarlægja module attribute af script. Svona. Ok. En við ætlum samt að sjá hvað þetta gerir og tölum aðeins það núna, þó svo við séum aðeins að fara fram á okkur. Þetta hérna í head er að taka JavaScript kóðan og tengja hann við HTML-ið. Alveg eins og LinkRel gerði fyrir
CSS-ið okkar og þetta lætur vafra núna keyra allt sem inn í scripts.js. Script.js hérna og það með einhverjum föstum hérna og einhverju sem við ætlum að skoða þess eftir. En það bara þannig að ef ég set núna eitthvað hérna console log hello frá scripts.js og ég keyri þetta upp. Ég var að keyra þetta upp, gerum þetta aftur hérna og opnum þetta hérna, opnum hér, förum í console og þá sjáum við þetta hérna. Þannig að núna ég búinn að tengja þannig að þegar ég opna þetta HTML-skjal þá skoðar vafrinn, parsar þetta, fer hérna, kemur að script, hér verið að vísa JavaScript, sækir script.js-skjalið og túlkar það allt, keyrir það línu fyrir línu og til dæmis skrifar út hello frá scripts.js, heldur síðan áfram og heldur áfram að túlka hérna HTML-ið og hugsanlega CSS-ið og hugsanlega eitthvað meira JavaScript. Þannig að ef ég núna með þetta hér, svona, og ekki þetta heldur, þetta hérna, og ég segi upprópunarmerki og hérna, að þá get ég verið hér og ég get verið að gera einhverjar breytingar og hot reloadið, eða reloadið hérna á milli, reloadar JavaScriptinu og ég sé hvað gerist. Ok, en núna ég með einhver hjálparföll hérna, til dæmis eins og eitthvað, en ég líka bara með öll skjölin, öll föllin sem ég var að prófa á þann og ef ég gerir longest, hérna eitthvað, þá fæ ég bara longest is not defined. Og það út af því að það hérna type module. Þetta type module segir vafranum, þetta JavaScript sem ég að vísa hérna í scripts.js JavaScript module. Þetta svo namespace í Java. Keimlíkt, ekki alveg eins. En þetta kóðið sem á að keyra í einangrun. Það á ekki að gera þannig að hann sé aðgengilegur almennt í forritinu. Ef ég fjarlægi þetta og vista og geri longest, þá það skilgreint. Ég keyri það og ég fæ undefined tilbaka. Ég fæ undefined tilbaka því að sjálfgefna return gildið, ef það ekki skilgreint í falli, undefined. En ef ég gerir bara return tómustrengurinn og keyri aftur, þá fæ ég tómustrengin. Ef ég geri 1-3, þá fæ ég 1-3. Ok. Þannig að út af því að það var hérna type module, þá virkaði þetta ekki. En ég býst afsökunar öllu sem eru búin að lenda í vandræði með þetta og þetta hérna bagalegt. En lítil breyting, en samt, ef þið viti ekki hvað að breyta, þá þetta skrítið. Já, ok. Þannig þá erum við komin í það að við erum hérna með eitthvað JavaScript sem við getum keyrt og við ætlum að byrja að fylla út í það restina af tímanum. Einhverjar spurningar? Ok, þá ætlum ég bara aðeins að tala í gegnum þetta hérna. Hér bara komment sem að ef við erum búin að vera forrit í Java kannski kunnulegt. Það þetta / stjarna stjarna og svo stjarna hérna. Þetta svona Javadoc stíllinn og hann líka til staðar í JavaScript nema þá hann kallaður JS-doc, bara JavaScript doc og það hægt að nota hann til þess að gefa í raun ákveðnum hlutum svona lýsingar. Þannig að núna ef ég geri hérna stjarna stjarna að þá núna alltaf þegar ég fer yfir þetta hérna og þá sé ég íslenskir sérhljóðar. Hérna ég með eitthvað hjálparfall sem að athuga hvort óþekkt gildi sé strengur eða ekki. Og hérna ég að nota leið til þess að fá svona típur að því ég vil geta skrifa þetta þannig ég viti að það sem ég að gera sé eitthvað sem að veldur ekki villum og þá get ég sagt hérna að þetta af einhverju unknown típu. Þetta bara eitthvað óþekkt gildi. Þau eru ekkert að spá í þessu neitt mikið meira en hérna en ég bara, setja þetta inn, við höfum að tala meira þetta. Og þá segjum við hérna að isstring anonymous fall sem við erum búin að binda við breytuna isstring
Þannig að, eins og ég sagði áðan, gildi í JavaScript hafa típu, ekki breytur. Þannig að þetta hérna er anonymous fall, það er ónefnt og það er bundið við þetta og það tekur inn einhvern streng og skilar einhvern streng sem er strengur. Ok, maður getur spáð meira í því. Nei, mér sem skilar ekki streng, það skilar það vera svona og þá skilar það boolean hérna, allavega. Hérna er sér búið að setja console assert sem athugar hvort að eitthvað sé satt eða ekki. Ef það er ekki satt, þá skilar það villu. Þetta getum við nýtt til þess núna að byrja að útfæra segjum bara reverse. Við ætlum að segja console assert hi. Þetta ég tek stringin reverse hi, hann á að vera IH og ég ætla að setja hérna reverse snýr við einföldum streng. Ok, nú sefa ég hérna og þá kemur hérna assertion failed. Ok, þetta er smá flækja, en ástæðan fyrir því að ég er að sýna ykkur þetta er út af því að ef þið gerir þetta ekki svona þá munið þið verið því að vera að fara hérna, fara í longest, byrja að útfæra eitthvað hérna eða í reverse, byrja að útfæra eitthvað, fara hingað yfir, skrifa reverse hi. Ok, undefined, ok, aftur hingað. Og svo eruð þið búin að leysa eitthvað og þá hafið þið til hliðsjónar þessar reglur sem voru skilgreindar hérna. Ef þetta er ekki strengur, skila null og eitthvað svona og þá, herru, ég lagaði það, en, nei, ég braut hitt, nei, ég lagaði hitt, en ég braut þetta. Og þannig að með því að byrja því að skrifa reglurnar niður, að þá getið þið unnið miklu hraðar, af því að þá sjáu þið, leið og þið gerir þetta hérna rétt, að þá, og svo vistið þið, og þið sjáu að það kemur aftur villa, við vorum hérna, að þá erum við búin að brjóta eitthvað annað. Þannig að þá getið þið bakkað og lagað og laga kóðan ykkar, þannig til að þið eru búin að, þið sjáu þið engar villur. Þannig ef við útfærum hérna reverse, það er tiltölulega einfalt. Return, string, reverse. Þetta er fall sem er á öllum strengjum. Ok, ég vissi það. Nei, byrju, er ég að ljúga ykkur? Já, ég er að ljúga ykkur. Þetta er aðeins flóknara af því að það er á fylkjum. Þannig að við þurfum að segja string.split á tómastrengnum. Þá getum við sagt hérna split. Þá getum við skoðað hvað er að gerast, hvað er split. Þá getum við sagt hérna, ok, split tekur streng ef að separatorinn sem er gefinn er tómistrengurinn, þá splittar hann hverju einasta staf í strengnum. Þannig að þá fæ ég hérna, hæ verður að fylkinu h-i. Þannig hérna er það sá fylki sem er í námsefni vikunar og það er bara hérna, það er með sagt, 2 stök og ég get sagt líka hérna halló heimur. Það er of flókið fyrir mig að hugsa hvernig maður skrifa það aftur á bak. Svona. Og þá sjáum við h-a-l-l-o. Þannig að við splittum þessu upp og svo erum við með const reversed split reverse. Og þá sjáum við að núna snýrum við fylkinu við og þá erum við síðan með annað fall á fylki sem að breyta því aftur í streng. Þá getum við sagt join og þá er það sambærilegt við split og þá erum við að taka fylki og við ætlum að joina það saman í streng aftur og þá gerum við það með tómastrengnum og þá fáum við núna datt út hérna
þessi hérna villa, eða þú veist þetta hérna. Af því núna er fallið okkar að uppfylla þetta hérna. Reverse af hello er óla. Ok? Þá kemur næsta hérna sem að var gefið. Ef string er ekki strengur skal skila null. Ok? Þá getum við sagt hérna console assert reverse false er jafnt og null. Ég segi hérna reverse ef ekki strengur skila null. Hvað gerist núna ef að ég keyri þetta? Ég er að fara að keyra reverse fallið með sem sagt, hérna inntakið false. Þannig að string hérna verður false. Þannig að hvað gerist í þessari hérna línu? Við erum að búið til breytuna split. Við skilgreinum breytuna split. Allt er góð með það. Svo gerist þetta hérna. Hvað gerist hér? Hvað dettur ykkur í hug? Við erum að fara að taka false og reyna að kalla í aðferðina split. Hvað geti gerst? Það kemur villa, já. Annars sem var líka að komi false, af því þetta var einhvern veginn túlkað sem strengur og það var í villa. En það gerist ekki út af því að false er típa sem er boolean og boolean hafa ákveðnar aðferðir og ein af þeim aðferðum er ekki split. Þannig að við fáum null reference villu. Það er að segja, við erum að reyna að kalla í eitthvað sem er ekki til. Og þetta er eitthvað sem að, það er engin compiler sem grípur þetta fyrir okkur og segja, hei, þetta geti gerst. Heldur er það bara, við gerum þetta hérna, fyrir ekki við fáum type error hérna, og við fáum string.split is not a function. Það er út af því að false.split er ekki til. False.split, þetta er villan sem við erum að fá. Þannig að þess vegna þurfum við að passa upp á út af því, alveg eins og breytur hafa ekki gildi í JavaScript, þá hafa sem sagt, argument í föllum ekki gildi í JavaScript. Þannig við þurfum að passa upp á að þetta sem kemur inn sé strengur. Og þá erum við með þetta hjálparfall hérna uppi, is string, og þá þurfum við núna að nota sem sagt, flæðistýringu. Vá, skrítið. If is string, svona, svo getum við format document, þá núna prettier færir þetta hérna niður þannig að við getum séð þetta, hann takmarkast við ákveðin lengd af línum, þannig að þá sjáum við hérna console assert, þetta er fyrsta inntakið í console assert sem er assertionið sem við erum að gera og næsta er merkingin á því. Hérna lagaði hann bara þannig að við erum með if hérna. Ok, mun þetta verið í lagi núna ef ég vista og keyri þetta? En við erum búin að skilgreina hérna þessar tvær reglur reverse fallið okkar. Munið hvað ég sagði á hann með sjálfgefið skilagildi úr föllum ef það er ekki skilgreint. Hvað er það? Þeir eru djúplauginni, krakkar. Undefined. Ok. Ef við lesum þetta bara hérna, ég fæ inn streng. Við bara gerum ráð fyrir að þetta hérna sé satt. Að þetta hérna fall gerir þetta. Athugað hvort gildist sé strengur eða ekki og þetta sé true. Ok, if true, þá förum við hingað inn. Strengur. Við vitum hann yfir aðferðina split. Við erum búin að sjá það. Ok, allt er góðu. Allt er góðu, geggjað. False. Is string
á false false. Þannig að við keyrum ekki þetta og við förum hingað og hverju skilum við? Nei, við skilum ekki engu, við skilum nákvæmlega. Við þurfum að gera return null, af því að ef við gerum þetta svona þá skilum við sjálfgefið undefined. En nú vistum við, og þá fáum við assertion failed, reverse ef ekki strengur skila null, út af því að við skilum ekki null, við erum að gera sjálfgefið sem að skila undefined. Núna, check. Þannig að þetta smá svona auka við þetta, en hérna, ég hef trú á því að ef þið temjið ykkur þetta þegar þið eru að skrifa JavaScript-forrit, að nota þetta hérna og þetta kallast ýmsum nöfnum. Þetta í raun og veru einföld útgáfa af því að skrifa test fyrir kóða og við getum gert þetta þannig, ef við gerum þetta svona, við skrifum alltaf testin fyrst og við segjum núna hérna, var ekki eitt í viðbót sem við ættum að gera fyrir reverse. Ef string tómur strengur skal skila tómum streng. Þannig að ég held að það sé bara eitthvað sem við þurfum ekki að gera neitt við, því að ef við hugsum það hérna, hvað erum við búin að skrifa? Jú, tómur strengurinn strengur. Ef ég tek tóma strenginn og splitt honum upp í fylki, þá fæ ég hvað? Tóma fylkið. Þannig að, ekkert pláss. Förum henni í console. Nei, console. Tóma fylkið. Ef ég tek tóma fylkið og ég joina því, þá fæ ég út tómastrengin. Þannig að við fáum þetta ókeypis út af því bara hvernig við erum að nota þessar aðferðir. En þegar við erum að testa þá oft gleymum við svona edge case'um í forritunum okkar og þess vegna er þetta svona vel skilgreint hérna að þið getið í raun og veru skilgreint test fyrir hvert eitt og einasta stak hérna undir eða þú veist undir þessu, en þið þurfum bara að gera eitt per fall. Þannig að þið þurfum bara að gera hérna einfalda caseið sem að segja bara longest af hi heimur skrifar heimur, shortest skilar hi. Þið þurfum bara að testa það. En ef þið viljið skoða okkur og prófa okkur áfram, þú veist svona aðeins að hvað gæti gerst, þá getið þið skrifað fleiri svona test og þið getið sér að ef þið skrifið þau fyrst, þannig að ég myndi byrja á því að segja hérna fyrir palindróm og ég ætla að byrja á því að búa til testið. Og þá eru þið og getið kallað ykkur Test Driven Developers og þá eru að nota það sem kallað TDD eða Test Driven Development. Hafið heyrtu það? Það er mjög töff. En ég er svona farin í hlut sem er svona yfirleitt kenndur sko í masterskursnum hérna prófunum hugbúnaðar, en ég trúi því mjög innilega að prófanir séu eitt af því besta sem að forritari geta lært. Að byrja að hugsa prófanir á forritunum ykkar frá bara eiginlega fyrstu stund er bara eitt af besta sem þið geti gert, er bara hvernig prófa ég hugbúnaðinn minn. Og það er bara, það er ótrúlegt hvað maður getur, þú veist, vaxið hratt og unnið hratt, að þetta er svona exponential trikk til þess að vera betri forritari. Þið myndu skila þessu með, af því að þetta hérna, yfirleitt þegar maður er að skrifa svona test með svona einhverju, þá er maður að nota eitthvað aðeins flóknara, eitthvað svona test framework eða eitthvað, og við munum skoða það aðeins í lokin á kursunum. En console assert er í raun svona grunn, þetta er bara, ég er að asserta eitthvað, ég er að passa upp á að eitthvað gerist, eitthvað sé sannleikur. Og ef við setjum þetta inn, þá gerist ekkert nema bara JavaScript túlkunin keyrir þetta. Og ef allt er góðu, þá er allt í góðu. En ef það er villa, þá kemur bara villa í konsolið. Forritið okkar heldur alveg áfram. Það segir bara eitthvað, heyrðu, þetta hérna sem var sagt, það var búið að asserta að þetta væri sannleikur, það er ekki sannleikur. Og við fáum í raun þetta hérna. Þannig að ekki, þó svo ég er búin að eyða miklum tími að svona hlutfallslega að tala um þetta hérna, þá var þetta ekki stærsti parturinn af verkefninu. Ef við skoðum hérna matið, þannig að það er 20%, og það er í raun bara hérna prófanir. Fyrir hvert af föllunum fyrir utan start skal skilgreina að minnsta kosti 2 próf, ok, ég seti 2 próf.
sem sýna að fallið virki rétt. Og það hérna, en það sem mest bara að klára að útfæra þessi föll. Verkefni settu upp og build-skriftin notuð, þannig að þetta bara eins og þau gerði í verkefni 6, þau sem leystu það. Þið notið hjálparföllin, sem þá þetta is string og split, og þið getið hugsað það aðeins og skoða hérna, örugt fall, hvað það sem gerir það örugt, og svo útfærið þetta leiðbeinda ferli, sem að þarf þá að nota svona while-lykkju til þess að spyrja alltaf aftur og aftur þangað til einhver segir nei, og þið skoða þetta. En þið hafið núna þessa viku, dæmitíminn þessari viku, og alveg fram á 5. daginn næstu viku til að skoða þetta. Þannig að skoða þetta námsefni frá því senastu viku, námsefni núna, og þið getið byrjað að skoða það í samhengi við það að leysa verkefni. Þannig að byrja bara að skoða, ok, hvernig ætla ég að útfæra longest? Þá getum við byrjað að hugsa, ok, þetta ég að fá inn einhvern streng. Strengurinn á að vera aðskilið með bilum, ég að fara að tella það. Ok, split aðferðin sem á strengjum. Ef ég gef henni ekki tómastrengin, heldur gef henni bókstaflega bil, þá fæ ég tilbaka streng. Þannig að við gerum hérna halló, heimur, halló, split með tómastrengnum, þá fæ ég bara splitta orði, en ef ég gerir það bara með bili, þá fæ ég að splitta á bili, og ég get gert það lengri, ég get splittað hann á elli, og þá fæ ég bara L það tiltekið sem þessi separator, en ef ég splitti þessu svona, nú ég komið með fylki af hlutstrengjum í stóra strengnum, og ef ég gerir for const word of, gerum hérna const split, for const word of split, console log word, svona, og þá get ég get skrifa bara hérna inn, þá ég núna að gera for-lykkju sem notar off, sem leið til þess að þurfa ekki að skrifa for, ekki int, ég ekki að skrifa, for let jafnt og 0, minna en split.length, plus plus, console log word, split, við fyrir nánar yfir hvað þetta allt hérna í næstu. Þetta bara styttri leið til þess að segja, geði mig hvert einasta stak í fylkinu og gera eitthvað við það. Þannig að núna ég komið með forutbút hérna, þar sem ég með word og það orðið, og þá get ég farið hérna og ég get keyrt þetta og ég get sagt console log word og svo get ég gert word.length og þá sé ég hérna, ok, í þessum streng sem ég gaf upp, þá ég með halló sem eru 5 stafir að lengd, heimur sem eru 6 stafir að lengd og halló sem eru 5 stafir að lengd. Ok, ef ég ætla að fá lengsta orðið, hvað geti ég gert ef ég væri núna bara að hugsa hvernig myndum við hvernig myndum við bara búa til þetta forrit? Hvernig myndum þið gera þetta ef ég myndi segja ykkur, hérna blað, ég búinn að skrifa setningu á blaðið, þið ætlaði að sýna með skref fyrir skref, þið getur munað hérna vídeó sem Keli sýndi þar sem var hérna hvernig við gera PB&J samlóku, forritinu bara þetta. Það bara að gera nákvæmar skipanir til tölvunar það hvernig við að gera þetta. Þannig hvað var næsta skrifið til þess að finna lengsta orðið? Gæti líka nota max. Já. En ef við varum að gera eins og þú sér hvernig ég að fara. Það eru nokkra leiðir að þessu, forritun alveg svo CSS, það eru mjög marga leiðir að verkefninu. En það sem ég að hugsa hérna að við búum til breytu sem heitir bara eitthvað longest, sem að væri þá bara lengstu orðið sem ég hef séð. Svo ídreigi ég yfir þetta hérna og fyrir hvert orð í staðan fyrir að gera console log, þá myndi ég segja if longest.length stærra en longest.length, af því það orðið sem ég sá og lengst. Longest, jafnt og word. Þannig ég skoða hvert einasta orð, ég skoða halló og ég segi, longest væri í byrjun bara tómistrengurinn.
Þannig að er 5 stærra en 0? Af því að lengdin á tómastrengnum er 0. Já, ok, þá ætla ég að geyma halló, það er lengsta orðið. Svo kemur næsta orðið, heimur, það er 6. Er 6 stærri en 5? Já, þá er heimur stærsta orðið sem ég er búinn að sjá. Ég set það í longest jafnt og heimur, eða longest jafnt og word. Ok? Seinasta, halló, er 5 stærri en 6? Nei, þá er ég búinn og þá veit ég að longest breytan mín inniheldur lengsta orðið sem fannst. En þið hafið aftur, þannig að byrjið á þessu núna í vikunni og ef þið komist í dæmitíma, endilega mæta þá og fá hjálp. Annars, næsta vika getið spurt mig á mánudaginn og við farum við yfir þetta. Þannig að það er ástæða núna, því að þetta er nýtt, þetta er forritun, þú veist, við erum með alvöru forritunarmann núna, þó svo CSS sé það líka, og við höldum áfram með þetta á næsta mánudag. Takk í dag.